Þröstur, svakalegu leikur hérna að baki. Þið mistu KR svolítið frá ykkur. Fóru of mikið bensín í að elta? Já, það er alltaf í svona leikjum. Þetta hefði getað lent báða megin samt í lokin sko. En það er alveg að skella skuldin á það að við vorum búin að elta alla leikin sko. Maður veit aldrei. Þú veist, Brynjar fekk 2 tækifæri, maður á aldrei yfir höfuð að gefa honum 1 sko. Þannig að hann hlaut að setja til nonni sko. Svona hérna á loka sprettinum þá leit nú, já, út fyrir að þið væru svona með Pálmann í höndunum. Eitthvað hérna sem heldur að þið geti gert betur? Eitthvað 1-2 atriði? Ég náttúrulega fyrir hálfleikurinn svo leggur sig var bara hreint út svo við gerum ekkert sem við höfum lagt upp með og hérna en í seinni hálfleikunum setjum við 2-3 svæði og það fyrir að virka sko. Eitthvað sem virkaði ekki á móti fyrir umferðinni. Þannig að já, ég meina, þú veist, þeir náttúrulega setja svakalega þrista í gegnum þetta allt saman. Í öllu raununum okkar þeir drepa alltaf með 1 þrist, 2 þristum, þú veist, og það er, þú veist, hlaup út einu sinni rétti tíma. Þetta er bara, svona er þessi leikir, þetta er bara 1 og 1 skot sem skiptir máli. Fyrir leikinn var talað að þetta væri leikur sem þetta ráða úrslitum það hvort liðið þið deildameistari. Finnst þér hægt að segja það? Þeir eru ennþá einhver 8 stig í pottinu? Eins og þú segir, staðan í deildinni sýnir það alveg að þessi 2 lið eru komið svolítið vel á undan sko. Þannig að mér finnst langsótt að þetta fari í eitthvað annan átt. En mér finnst langsótt eins og þeir eru með, þeir eru með góða leikmenn, reynslumikla leikmenn. Þeir eru ekkert að fara að slaka á sko. En ég meina það eru við ekki heldur, þannig að ef þeir mistið sig þá eru við tilbúinir sko. Fram að þessu, ég meina þeir eru að tapa hérna á mjög sterkum útivelli með 1 stigi og þeir hafa unnið 10 deildarleiki í röð. Heggur þetta nokkuð djúpt skarð í dísilvélinni í Keflavík? Nei, þetta er bara, við erum með vídeo á þessu, við getum lært meira. Þetta er eina liðið sem er búin að tapa fyrir í deildinni og ég meina við, bara eins og alltaf, við lærum að því sem við gerum vitlaust, tökum það góða og fyrir tilbúin í næsta leik og Hauk á 50-daginn og það er bara 1 leikur í einu, bíð eftir að þeir mistið sig eða ekki. Þröstur, ég ræddi þetta við 2 leikmenn KR áðan. Finnur það svona í loftinu að þessu svona fara að herða á dalinn, þessu komin svona menn séu farin að setja úrslitakeppnisreimandan í skóna? Það er alltaf, ég meina það var einhver skýrsla hjá dómarunum daginn að þetta væri mánuður þar sem allir var að pústa í og tala úrslitakeppni var að koma og allir að ná sér í stöðu, þannig að, þú veist, þetta er pottið þannig sko. Það vilja allir ná sér í sæti sitt, það er allir að keppast það á 1-2 sætum herra sko. Þröstur, takk fyrir. Takk sem að lýsa.